Komið sæl og verið velkomin á þessa vefráðstefnu sem að ber heitið vinnustaður bara hugarástand. Ég heiti Unnur Valborg Hilmarsdóttir og framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi. En þessi ráðstefna hluti af norðurslóðaverkefni sem að samtökin eru þátttakandi í og lýtur að því að efla hinar dreifðari byggðir í að nýta stafrænar lausnir almennt. Og það þess vegna sem að við höfum þetta vefráðstefnu. Við hjá SSNVAF höfum líkt og margir aðrir á landsbyggðinni fylgst náið með umræðu störf án staðsetningar undanfarin misseri. Það var í byggðaáætlun þegar hún kom út árið 2018 tiltekið sérstaklega sú áhersla stjórnvalda að auglýsa störf án staðsetningar. Og eðlilega fögnuðum við á landsbyggðinni þeirri áherslu en einhverjum og okkur þar á meðal finnst kannski ganga helst til hægt. En þó verður að nefna að það eru nokkur ráðuneyti og stofnanir sem þegar eru byrjaðar og má það nefna til dæmis Ferðamálastofu. Ég veit að Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur auglýst störf án staðsetningar, sömuleiðis Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, en ennþá eru þetta ekki margir starfsmenn sem eru farnir að vinna í samræmi við þessar áherslur. Þannig að betur má ef duga skal. Og við skorum hér með á ríkið og stofnanir ríkisins að taka sér taki og gera enn betur og meira af þessu. En það ekki nóg bara að auglýsa störfin án staðsetningar. Við á landsbyggðinni verðum líka að vera tilbúin til þess að taka við þessu fólki og þessum störfum á okkar svæðum. Því að það situr jú enginn við eldhúsborðið og vinnur sína vinnu eða skreppur út á kaffihús til þess að vinna. Það verður að vera góð aðstaða, aðgengi að auðvitað góðu interneti og öllu því sem að þarf að vera til staðar á skrifstofu og ekki síst þessi félagslegi þáttur, þar sem þú mætir í vinnuna, hittir vinnufélaga eða þá sem að vinna á sama stað og þú og það eitt af því sem að þau fyrirtæki og þær stofnanir sem þó eru farnar af stað hafa nefnt sem skilyrði fyrir því að hægt sé að flytja störfin. Hér hjá okkur á Norðurlandi vestra hefur mikið verið rætt það að koma upp það sem við köllum skrifstofusetur eða það sem á ensku kallað annarkvort coworking space eða digital hub, bæði til þess að við getum tekið á móti þessum störfum en líka til þess að skapa grunn til þess að við getum tekið á móti svokölluðum stafrænum flökkurum eða það sem á ensku kallað digital nomads. Og það fólk sem vinnur án staðsetningar og flakkar heiminn og vinnur í nokkra vikur eða mánuði á einum stað og fer svo yfir á þann næsta. Og þetta að færast mjög mikið í aukana og það eru til vefsíður og ferðaskrifstofur sem að gera sig út fyrir að aðstoða fólk við að skipuleggja slík vinnuferðalög, ef maður getur kallað það. Þessu til viðbótar að þá höfum við hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra skilgreint núna áhersluverkefni fyrir árin 2020 til 2021 þessu tengt og ætlum að stuðla að því að svona skrifstofusetur komist á legg hér á svæðinu og hugmyndin að byrja á að koma slíku upp á Hvammstanga. Við sjáum fyrir okkur að þetta verkefni getur verið samstarfsverkefni okkar, sveitarfélagana og svo ekki síst atvinnulífsins og við erum mjög spennt að hefjast handa við þetta verkefni. Þeir sem ætla að flytja erindi hérna í dag á þessari vefráðstefnu hafa allir reynslu af störfum án staðsetningar en þó á ólíkan hátt. Við ætlum að byrja á því að fá erindi frá Heiðari Mar sem rekstraraðili skrifstofuseturs sem kallast Coworking Akranes og staðsett á Akranesi og hann ætlar að segja okkur frá sinni reynslu af rekstri coworking, fjármögnun og fleiri sem því tengist. Næstur á mælendaskrá Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri, en Ferðamálastofa hefur einmitt staðið sig vel í að auglýsa störf án staðsetningar eins og fram kom hérna áðan og hann ætlar að segja okkur frá reynslu sinni af því að vera yfirmaður eða hafa starfsmann sem að staðsettur fjarri höfuðstöðum. Og að síðustu ætlar Tryggvi Hjaltason að deila sinni reynslu af því að vera þessi starfsmaður sem að vinnur fjarri höfuðstöðunum eða fjarri skrifstofu og fara svona aðeins yfir kosti þess og galla.
Nú eftir hverju erindi þá komum við til með að bjóða upp á það að fyrirlesarar svari fyrirspurnum frá áhorfendum og það gerum við með því að nota Slido eða Slido-kerfið og þá farið inn á slido.com, slido.com og slegin inn í reitin event code coworking, það millumerki coworking. Þar má slá inn spurningar og gefa spurningum sem koma fram atkvæði og í lok hvers erindis að þá munum við varpa þeim spurningum til fyrirlesara og ef við fáum margar spurningar þá vinna þær spurningar sem fá flest like. Það gengur nú allt út á like í dag. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að taka virkan þátt og senda inn spurningar á Slido og event code coworking. Nú en þá okkur ekkert að vanbúnaði að hefjast handa og fá fyrsta erindið og við ætlum þá að byrja á því að skipta yfir á Akranes en þar Heiðar Mar staddur og hann ætlar að segja okkur frá skrifstofusetrinu sem hann rekur þar, Coworking Akranes. Þannig að við skiptum yfir til Heiðars. Gjörðu svo vel, Heiðar. Fyrir, ég komin inn. Góðan daginn og bara ég fagna þessar ráðstefnu hjá SSNVF, þetta finnst mér ótrúlega flott framtak. Ég sem sagt sjálfstæður rekstraraðili af svona skrifstofu aðstöðu hér á Akranesi sem heitir Coworking Akranes og þetta hófst árið lokast 2016, þá hafði ég sem sagt flutt aftur, ég frá Akranesi að flutt aftur heim 2015, bara við förum svona yfir af hverju þetta sjálfstætt, eða sko af hverju ég að reka þetta. En þá hafði verið hér í það rúma ár sem ég hafði búið heima, eftir að hafa búið í Englandi í 5 ár, verið einhver nefnd á vegum Akranesbæjar að starta þessu konsepti, svona skrifstofurými. Og félagi minn, æskuvinur minn, hafði flutt einmitt líka heim frá Kanada á sama tíma og við ákveðum bara að leigja okkur iðnaðarrými á Akranesi og hefja þessi starfsemi sem hét þá Portland frumkvöðlasetur og ætluðum að fara í frumkvöðlarekstur, þannig að ætluðum að vera með rými fyrir frumkvöðla sem ekki að vera að starta sínu konsepti. Og það sem ég held nefnilega að Akranes sé frábært bæjarfélag til að starta sína virki, því það svo ótrúlega margir sem að búa á Akranesi sækja að vinna til Reykjavíkur, þar sem ennlega mest svona að vinna að hafa á landinu, en fljótlega eftir að við opnum þetta rými okkar, þá fara bara að koma fyrirspurnir frá fólki sem að vinna í fyrirtækjum í Reykjavík, hvort að það geti ekki fengið inni hjá okkur og við breytum þessu konsepti úr frumkvöðlasetur í Coworking Akranes og notum Coworking nafnið út af þessu að við viljum endilega að fólk sem að flakka á milli landa að það komi inn til okkar og við höfum verið með fólk sem að vinna, vorum að mann hjá okkur í 1,5 ár sem var að vinna héðan en var að vinna fyrirtæki í Sviss sem forritari. Og fljótlega, leið og við förum á stað, þá kemur SSVF, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og sýnir þessu gríðarlegan áhuga. Og það svona startið sem kemur okkur á stað að þeir styðja okkur í að koma þessu á fót og eins og við erum í litlu iðnaðarbýli en eru núna komin miðsvæðis á Akranesi í stórt rými. Það sem Akranesbær að styðja okkur með bara mjög sanngjarni leigu hér, þannig að við erum með 10 rými, opnu skrifstofurými og 4 lokaðar skrifstofur og stórt fundarherbyggi. Og það sem sem sagt mikilvægasta sem við höfum tekið eftir til að þetta gangi og fólk vilji vinna hérna, allir þeir 14 aðilar sem eru hérna að vinna í mismunandi fyrirtækjum, að hafa bjart og flott rými með öflugu neti sem stöðugt. Það má ekki vera neitt vesen á netinu og góða kaffiaðstöðu. Þetta allt fólk sem að vinna, ég held að allir hérna inni séu að vinna, það allir hérna inni að vinna
hjá fyrirtækjum í Reykjavík eða í eigin rekstri. Þannig að hvert var ég kominn? Afsakið. Ég er með þetta á blaðinu við hliðina á mér. Já, kominn þar sem við vorum að byrja og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi styðja okkur og húsnæði okkar fyllist þarna af fólki sem er að vinna í Reykjavík. Málið sko að þó ég siti hérna og horfi hérna beint út úr glugganum minn og ég er að horfa á Reykjavík, þá er þetta 2 tíma ferðalag til 3 tíma ferðalag á dag fyrir okkur sem búum hérna og vinna í Reykjavík. Þannig að þetta munar það og við viljum bara að fólk geti valið sér búsetu þar sem það vill vinna, þar sem vill búa og burtséð frá vinnu, því ég er kvikmyndagerðarmaður og þegar ég er að koma heim og erum byrjað að þessu þá er ég alltaf á efni sent og ég var alltaf að gera til Reykjavíkur, settist þar við klippiborð og fekk efni samt sent, ég var aldrei að hitta neitt. Þannig að hérna erum við samt búin að búa til lítið samfélag sem er rekið bara af mér og með stuðningi frá SSVAF, við erum áhersluverkefni af þeim, fáum stuðning frá þeim árlega og Akranesbær styður okkur með húsnæðinu. En rekstrarlegt gildi og kraftur þess að við erum í þessu það að ég er náttúrulega bara að búa sjálfur mér til tækifæri að búa á Akranesi, er með skrifstofu hér, er með ótrúlega flottan hóp af fólki sem leigir hjá mér, sumir eru búin að vera í 3 ár. Það er búið að stofna, hér innan hús hafa verið stofnuð 3 minni fyrirtæki sem er með starfsemi á Akranesi. Eitt er flutt út en það er 2 hérna inni, stór fyrirtæki, þannig að þetta er rosa lítið mál þegar fyrsta skrefið er búið að taka og það sem að við gerðum, bara við tókum þann pening og það styrki sem fengum og við keyptum góð skrifborð og við vorum bæði með venjuleg skrifborð og upphækkuleg skrifborð, við keyptum stóla, við keyptum góða kaffivél, við keyptum sófa og við settum upp flott fundarherbyggi með þeim búnaði sem þarf að vera fundarherbyggi. Þegar þetta var komið þá var rosa lítið mál að fá fólk inn til að vera með okkur í þessu, því þarna vorum við búin að setja allan peninginn í þetta og næstu 3 mánuðir leigunum fór í þetta. Þegar þetta var búið að borga sig upp þá gátum við ráðið starfsmanninn í 25% stöðu sem er ég og ég leigi sjálfur skrifstofurýmið mitt, en ég held að ef ég væri frammi til dæmis í opnarýminu, ef ég geti það, þá væri ég vinna mín bara á borðið, þá væri ég í frýri aðstöðu að reka þetta og ég sé þrif og ég kaupi kaffið og við séum allt og erum með netið og innifallið náttúrulega borðstóll, internet. Þetta þarf að vera þannig að fólki sem er að sækja vinnunni hingað, að það komi bara eins og sé að mæti vinnunni sinna, hvort sem það er Reykjavík eða Ísvis eða hvar sem það er, að það komi bara og það er skrifborð og það er stóll og það er þrifið og það er kaffi og það er allt til staðar og það þarf ekki að vera að sjá þetta sjálft. Þeirra aðilar sem það eru 8 núna fram í opnarýminu og auk þess sem að SSVAF er með skrifstofu inn í opnarýminu hjá okkur, þar sem að atvinnuráðgjafi og menningarfulltrúi eru einu sinni í viku, sem styrkir okkur ennþá meira, er að það er fólk þar inni sem að sumir fara aldrei hitta nema mikilvæga fundi til Reykjavíkur, sumir fara einu sinni í viku, aðrir skipta sig 50-50, það er allir gangur á því. Það er mikil aðsókn í lokuðu skrifstofunar, það er bara biðlisti. Ég er alltaf með 1 laust borð, ég leigi ekki út öll borðin, ég er alltaf með 1 borð laust til að taka við fólki. Þannig að annaðhvort er fólk skagamenn sem búa erlendis eða er að koma heim yfir jólin eða eitthvað, það getur dottið inn á borðið. Og ég held að mikilvægast fyrir að svona gangi eins og út á landsbyggðinni, þetta er náttúrulega mjög þekkt í Reykjavík, svona skapandi setur og skrifstofurými, er að leigan sé sanngjörn og að hún sé ekki á sama verði og í Reykjavík, því það er eftirsóknin meiri og við erum til dæmis bara, svo tölum við tölum, þá er ég að leigja mánuðinn að skrifborði opnarými á 15.000 krónur, allt innifallið, og reksturinn gengur vel upp. Og svo eru skrifstofnar frá 20.000 upp í 40.000 lokuðu skrifstofnar. Það eru frá 10 fermetrum upp í
35 fermetrar þess að sé. Og svo erum við með þetta stóra fundarherbergi og það fylgir sem sagt þeir sem að leigja hérna nota það bara vild. Þau eru með aðgang allan sólarhringinn og það er allir bara með sinn aðgang að rýminu. Þeir geta komin inn hvenær sem og geymt allt dótið sitt. Það er bæði lestiskápar og ég held að eins og með það sem að ég myndi vilja sjá svona breytingarnar hjá okkur það að við erum alltaf bara með fólk í einkageiranum hérna. Við erum ekki með neitt ríkisbatteríin inni. Landmælingar Íslands eru náttúrulega á Akranesi og þau bjóða held í fólki upp á komandi sín. Það er náttúrulega rosa sterkt ef þetta sameinað hérna innan bæjar og búið til stærra samfélag utan um þetta og litlu fyrirtækin kæmu inn og við værum með pláss fyrir það en við erum bara sprungin í húsnæði núna þannig að við þurfum náttúrulega bara að sjá okkar næsta skref en eins og við komum inn á í byrjun þá held ég að Akranesi sé kjörið pröfu bæjarfélag fyrir svona út af öllum fólkin sem starfar í Reykjavík en að vera hérna að hvað þetta einfalt, hvað þetta ótrúlega einfalt að vinna frá sínu heima bæjarfélagi í þeirri vinnu sem að maður vill vera í, hvað sem hún staðsett, hvort sem hún sé í Reykjavík eða Englandi eða hvar sem og fyrir mitt leyti þá held ég að svona rekstur sé langt þægilegastur til að byrja með sérstaklega í svona bæjarfélagum stærri Akranes og minni að þetta sé keyrt áfram á einkaaðila að rýmin séu eins og við erum með. Við erum björt og opin og þægileg rými að það sé tókum allan stofnana bara þetta var mikil stofnun tókum við þessu, tókum það allt út og fólki líður bara það sé þægilegt að vera hérna og já, að öll aðstaða sé eins þægileg og hægt sko. Þannig að rekstrarlega séð þetta miklu minna mál heldur en við sáum fyrir okkur þegar við vorum að breyta úr þessu frumkvöðla áhugamáli í coworking reksturinn og leið þetta fór að spyrjast út og fólk sá að það voru tveir sem voru að gáta þetta, þá komu fleiri. Ég held að síðan byrjun árs 2017 þegar við flytjum okkur inn í þetta hús sem við erum í núna, þá held ég að það hafi 30 eitthvað manns starfað hjá okkur. Við erum búin að vera með 2 aðila alveg frá upphafi sem hafa unnið og þau eru að vinna hjá fyrirtækjum í Reykjavík. Þannig að þetta já, eins og segi, og við höfum aldrei auglýst þetta. Þetta hefur verið bara svona, við höfum aldrei átt pláss fyrir fólk til að auglýsa. Við erum alltaf sprungin, þannig að leið og eftirspurnin orðin svona mikil og það er ekki til húsnæði til að stækka þetta. Þá þurfum við svona aðeins að halda aftur á ykkur en áhuginn og það mikill sko, það er mikil eftirspurn eftir þessu. Þú ert bara að vinna frá 9 til 4 eða þú ert í vinnu þannig, þú ert ekki að leggjast að klukkan 8 og komin heim 5:30, þú ert bara komin heim 10 mínútum seinna og þetta bætir svo ótrúlega mikið bara lífsgæði okkar sem búum á Akranesi. Maður getur sótt börnin sín í leikskólann og skólann og ég finn það alveg núna eins og til dæmis samtök sveitarfélaga á Vesturlandi sem hafa verið með okkur í liði alveg frá upphafi sem hefur keyrt þetta og svona haldið, svona verið bömburinn okkar. Ég finn það alveg á þeim að sveitarfélögin í kringum Akranes, Vesturlandið að horfa í að fara í þetta og ég held að það sé alveg mikill áhugi alls staðar á að fara þessa leið. En eins og segi, þá bara reksturinn að það þarf að bjóða upp á allt eins og þú ert að mæta vinnuna þína hjá þeim aðila sem vinnur hjá hvar sem hann staðsettur. En opinberir styrkir til þess að vera í svona starfsemi eru til staðar. Ég held að þetta sé bara áhersluverkefni hjá öllum opinberum eins og
SSNVF og SSVF og allir eru að gera að þarna eru tækifæri til þess að einkaaðilar starti svona starfsemi. Ég held að sé alveg möguleiki að eins og hérna á Vesturlandi að þetta milli sveitarfélaga þetta sé einkaaðili og síðan kannski þetta ríkisreiki í öðru bæjarfélagi og svo verði einhver regli á samtök í kringum svona. Ég held að það sé mikið umræðan núna og ég veit að hérna á Vesturlandi að vera að stofna einhvers konar nefnd í að fara yfir að búa til svona konsept yfir allt svæðið. Já, þetta svona eins og þetta gengur fyrir henni hjá okkur á Vesturlandi, á Akranesi. Staðan núna þetta bara hérna og ég held að, þetta sé eitt af fáum sjálfstæðum svona einingum á landsbyggðinni sem í gangi, en að sama skapi höfum við náttúrulega, við erum svo gríðarlegan fjölda af fólki sem að sækja undir Reykjavíkur sem getur unnið hérna. Fyrirtækin, bara svo það sé sagt hérna, að fyrirtækin sem þetta fólk vinnur hjá í 90% að borga undir aðstöðu starfsfólksins. Það ekki að greiða þetta sjálft og flest fyrirtæki, stór fyrirtæki allavega, eru farin að taka betur í það og bara vel í það að fólk að geta ráðið á það starfsfólk sem best í starfið hvar sem það búsett sko. Þannig að stór fyrirtæki og jafnvel meðalstór fyrirtæki borga í 90% tilfella hérna allavega fyrir starfsfólkið sitt. En ég bara þakka fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir, Heiðar. Mjög áhugavert og gaman að fá innsýn inn í hvernig þið á Akranesi eða þú hafið nálgast þetta. Það eru komnar hérna nokkrar spurningar og í rauninni bara frekar margar. Fyrsta hérna varðandi fjármögnunina og þú ert nú svo sem kannski búin að svara því að einhverju leyti. Þú ert með stuðning frá SSVF og ef ég skildi rétt með hagstæða leigu þá á húsnæðinu sjálfu. Voru einhverjir aðrir styrkir í upphafi sem að þú fékkst þegar þetta var að fara í gang? Nei, ég rek sjálfur fyrirtæki og fyrirtæki mitt setti pening inn í fyrirtæki sem að það hefur verið að borga upp á seinustu árum og borgaðist upp mitt ár 2018. Þannig að ég sótti bara ekki aðra styrki sko. Nei, einmitt. Það kannski möguleiki á því. Já, það og sko, ég byrjaði 2016, þá þetta kannski ekki umræðan ekki eins mikil og í dag og ég sé það bara núna bæði hjá ráðuneytunum og annars staðar að það gríðarlega möguleikar að sækja fjármagn í svona rekstur sko. Það miklu, miklu einfaldara og aðgengilegri í dag heldur en og við erum að skoða það núna sko, við erum ókomnir í samtal það. Já. Svo hérna önnur spurning, Sigurður Sigurðsson spyr, hvernig leigutíminn skilgreindur á mánaðargrundvelli, tiltekna daga í viku, staka daga og svo framvegis? Við bjóðum bara öllum að leigja í mánuð á 15 skall þannig í opnuminu, það sem svona mesta hreyfingin. Ef þú leigir 2 daga í viku, þá það 80 skall, því þá það bara meiri bókhaldsvinna og vesen, en annars dagurinn á 2000 skall. Við leigjum ekki í vikur. Nei, þannig að þú getur tekið bara dag á dag. Já. Einmitt. Þú getur komið dag á dag. Önnur spurning hérna frá Kristbjörgu S. Birgisdóttur. Gætirðu séð fyrir þér að svona rými myndi virka utan þéttbýlis? Já, ég get alveg séð það fyrir mér og ég hef alveg heyrt og fengið fyrirspurnir það og sérstaklega ef það gott netsamband, tala nú ekki ljósleiðara, þá held ég að það myndi bara ganga mjög vel upp og held að það ennþá sterkara sem áhersluverkefni að svona verkefni fyrir utan þéttbýli. Já, einmitt áhugavert. Enda líka eins og sem við höfum bæði nefnt þessa stafrænu flakkara eða digital nomads, þeir eru mögulega að sækjast eftir einhverju algjörlega öðruvísi og þar kemur náttúrulega dreifbýli sterkt inn. Já, algjörlega. Það náttúrulega miklu meira spennandi líka bara fyrir það að koma sér þannig umhverfi og fólki oftast að leita sér að meiri sem frið eða meiri svona minna áreiti. Akkúrat. Þannig og við erum alveg fengið aðila hingað inn sem og þeim finnst sko Akranes vera ekki neitt áreiti, þannig ég tala nú ekki um að þú kemst í ennþá meira
ennþá meira út fyrir sem sagt stórbýli. Akkúrat. Hér spurning frá nafnlausum. Hvernig störf eru það sem þessir aðilar sem að nýta ykkar aðstöðu að vinna? Einhver ein tegund starfa umfram önnur sem að nýtir ykkar þjónustu? Já, sko algengast og þeir sem að koma svona mesta hreyfingin á og þeir sem eru mest eru forritarar, en hérna alls konar, hérna eru verkefnastjórar og annað sem eru að vinna hjá fyrirtækjum utan Akraness og stjórna bara þeim verkefnum héðan, en forritarar eru algengastir. Þeir eru allskyns forritarar, hvort sem það eru einhver bakenda forritarar eða annað. En það allur gangur því hér kennarar í háskólanum og Háskóla Íslands og sem eru sem sagt fara bara í þessar kennslurnar í Reykjavík en eru hérna annars og það allur gangur á því, en forritarar eru sem sagt svona algengasti hópurinn ef ég svara sem einu starfi. Já. Svo næsta spurning, $1.000.000 spurningin að maður getur sagt sem svo, standa leigutekjur undir rekstrarkostnaði? Já. Þær gera það? Já, þær gera það í dag. SSF náttúrulega hefur styrkt þetta verkefni, eins og sagði, allt árlega og það var svona, bumperinn sem að ég borgaði oft upp til að byrja með til að láta rúlla hana þegar þetta var að byrja og komast í gang, þá svo notum við styrkinn sem borgu það sem að þar vantaði ásamt í að nota nýja betrumbæta og annað, en í dag gengur þetta bara mjög vel og rekur sig alveg. Flott, og þú þá í frýri skrifstofuaðstöðu á móti? Nei, ég borga mín aðstöðu. Þú borgar líka leigu? Já, ég borga mín aðstöðu út af því að ég nota þann pening bara í sjóð, Já, byggja þetta upp, þannig að þú ert að byggja þetta upp til langs tíma? Já, þetta hugsað til langs tíma og hugsað til að stækka enn meira, sko. Já, en hugsanlega gæti það verið hvati fyrir einhvern að fara út í þetta á landsbyggðinni að viðkomandi væri að skaffa sér aðstöðu og gæti greitt niður kostnaðinn með einhvers svona. Já, algjörlega, og það var alveg þannig sem ég hugsaði þetta í upphafi að ég ætlaði bara að vera með hana aðstöðu og vera sjálfur mér frítt rými, sko, en síðan þegar þetta bara einhvern veginn sprakk strax bara á öðrum mánuði, þá ákvað ég bara sjálfur að borga mín leigu og safna sér og vera með bara rekstur undir þetta og það syns að vera það með alltaf, þá borga ég frekar laun 25% stöðu, sko. Já. Það eru fleiri spurningar, en það bara rignir inn spurningunum, virkilega ánægjulegt að sjá það. Það nafnlaus sem spyr, einhverju 2 eða fleiri frá sama fyrirtæki eða stofnun? Ekki í dag, það voru 3 einu sinni frá sama fyrirtæki, en ekki í dag, þá þetta allt frá einhverju stofnunni. En eru þetta allir sem eru hjá ykkur, eru þeir að vinna hjá fyrirtækjum í Reykjavík, spyr líka nafnlaus? Nei, það eru allir sé ekki 75% sem vinna hjá fyrirtæki í Reykjavík. Það eru 2 fyrirtæki sjálfstætt starfandi en vinna náttúrulega, verkefnin eru aðalega í Reykjavík en þau eru skrásett á Akraness í þau fyrirtæki. Svo eru Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi með skrifstofuna. Sem mjög gott fyrir okkur og þetta umhverfi að geta leitað í þá ráðgjafa sem þeir eru með inni. Já, einmitt. Nafnlaus mjög öflugur í fyrirspurnunum. Hann spyr líka, stendur ekki til að hækka leiguna sem ótrúlega lág? Nei, ekki stefnir á því. Það markmiðið að halda leiguna lágri til þess, allan næstu 2 árin til þess að byggja upp samfélagi kringum þetta og ég held að hærri leiga myndi bara, og sérstaklega þá sem eru jafnvel í eigin starfsemi eða að koma sér stað að það fæli bara frá og ef við hækka leiguna mikið þá erum við kannski komin upp í nálægt því sem að þú getur fengið einhverja aðstöðu Reykjavík sem þá að missa fólki þangað, sko, en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að halda sig eins lágu og hægt til þess að byggja upp samfélagi og bara þekkinguna kringum þetta og fólk fái reynsluna þessu og svo getum við bara að skoða út frá því hvað við gerum, en nei, það ekki að planinu. Einmitt. Heyrðu, þá spurning frá Gunnari Kristjánsinni, við tökum kannski 2-3 spurningar í viðbót. Hann spyr, 25% starfshlutfall nægilegt við rekstur skrifstofunnar? Ert þú í sjálfboðavinnu að einhverju leyti?
Já, ég mikill sjálfboðavinnu. Já. En það bara, sko, ég get alveg hækkað starfshlutfallið hérna innanhús, eða sko, ef þess væri, en ég bara, þetta ennþá þannig að mér langar að byggja þetta upp þannig að þetta verði almennilegt og já, það alveg hægt að reka þetta með 50% starfshlutfalli. Já, og Gunnar spyr þá aftur í framhaldinu hversu mikilvægt það að fá opinbera aðila sem leigjendur? Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt út af því að þar ertu með, held ég, bæði komið með mjög stöðugan aðila innanhús og og það líka bara styrkir undir það fyrir eins og hérna á Akranesi að sé ekki tveir möguleikar að einkageirinn hérna og svo opinber aðilinn rétt hjá, sko. Já. Hérna, en þar ertu með rosa stöðugan aðila í að leigja hjá þér. Að vera með einkageirann þá hreyfing á því, fólk að skipta vinnu og fólk að, já, eins og segi, opinber aðilar sem leikti okkur hafa bara leikt borðið og boðið fólkinu upp á það, en það hætt í dag, það var sko 2018. Já. Þá voru þau innan með 2 borð og það hjálpaði gríðarlega til, sko. Já, einmitt. Heyrðu, og lokaspurningin frá hinum öfluga nafnlausa aðila, mikill munur á því hversu oft aðilar þurfa að fara til Reykjavíkur í höfuðstöðvarnar innan gæsalappa? Já, það fer náttúrulega bara eftir hjá hvaða fyrirtæki fólkið að vinna. Sumir þurfa aldrei að fara, aðrir þurfa að fara 2 sinnum í viku. Já, en ég held að þetta sé nú bara samtal sem að aðilar þurfa að taka bara við fyrirtæki sín, því auðvitað fer það bara eftir hvernig vinnur þú að vinna, hvað þú ert að fara oft, og ég veit alveg að það aðilarna sem að fara ofta til Reykjavíkur en þeir þyrftu, sko. Þetta bara, ég held að þetta sé aðilega bara að mæta inn á skrifstofu og ræða málin, hversu mikilvægt að þurfa að mæta. Ég skil alveg að fólk þurfa að mæta okkur á fundi og annað, en fyrirtækin sum hver ennþá bara taka skrefið, en önnur bara, það var þetta ekkert mál og fólk fer aldrei til Reykjavíkur. Nei, akkurat. Ekki nema að sérst á einhverja fundi sem að eru mjög sjaldan. Heyrðu, þá eru spurningarnar bara uppurnar og ég þakka kærlega fyrir mjög upplýsandi erindi og ég segi fyrir mína part á okkur hjá SSNVAF sem erum svona að fara að stíga þessi skref, virkilega hjálplegt og það bara góðs gengis í þínum rekstri. Já, takk fyrir mig. Takk kærlega. Nú, en við ætlum þá næst að vinda okkur yfir til Reykjavíkur, en þar situr Skarphéðinn Berg Steinarsson, líklega á Geirsgötunni á skrifstofu Ferðamálastofu, og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig það að vera með starfsmann í vinnu sem staðsettur fjarri aðalskrifstofunnar. Hann kemur svona með vinkilinn, yfirmannsvinkilinn. Þannig að gjörðu svo vel, Skarphéðinn. Já. Ég svona að reyna að fikra mig í þessu nýja kerfi. Komið sæl. Ferðamálastofa hefur í síðastliðin 20 ár cirka verið með starfsemi bæði í Reykjavík og Akureyri og það hefur gengið ágætlega. Þetta byrjaði þannig að átti að flytja stofnunina norður en svo var hægt í minnum kliðum í því. Þannig að en við höfum verið starfandi á báðum stöðum og að miklu leyti hefur það verið þannig að það hefur ekki endilega verið deildaskipt þannig að það eru starfsmenn á Akureyri sem eru að vinna starfsmönnum í Reykjavík og þetta fyrirkomulag hefur gengið alveg ljómandi vel og þegar ég kem hingað til starfa fyrir 2 árum síðan þá svona kynntist maður því hvernig þetta fungerar og þetta gengur vel og síðan fyrir 1,5 ári síðan eða svo þá var verið að auglýsa eða stóð til að auglýsa eftir starfsmanni til starfa hérna og það var ákveðið og þá fór fram umræða á að auglýsa það starf á Akureyri eða í Reykjavík og niðurstaðan var sú að skoða það að auglýsa starfið án staðsetningar og það var auglýst og þetta var starf í haldum stafrænmál, þróun stafrænna mála í ferðaþjónustunni og það var kannski ef eitthvað starf
geti hentað í það var án staðsetningar og þá væri það þetta starf. Og það var auglýst og kom margar umsóknir af mjög flottu fólki og við höfum alltaf séð fyrir okkur að starf án staðsetningar væri starf út á landi. Að það væri möguleiki að einhver staðsettur utan Reykjavíkur eða Akureyrar hefði áhuga að sækja þetta og það myndi henta að vera á einhverjum öðrum stað. En það fór þannig að hæfasti umsækjandinn var búsettur í Danmörku og það svona kom dálítið flatt upp okkur því við höfum ekki endilega hugsað þetta þannig en auðvitað það líka möguleiki að vera staðsettur nánast hvar sem í heiminum og það raun þannig sem að þetta störf án staðsetningar. Þetta hefur ekkert að gera með landsbyggð eða þéttbýli. Þetta hefur að gera með það að starfið getur verið unnið hvar sem að hæfileikarnir eru og starf án staðsetningar þýðir raun það að það er verið að sækja í miklu stærri svona stærri talentpool. Það miklu meiri og fleiri hæfileikaríkt fólk sem að getur þá sótt störfin og komið til álita ef að staðsetningin ekki að þvælast fyrir. Nú við það lá alltaf fyrir og það voru svo sem fleiri sem sóttum starfi sem hefði áhuga að vera annar staðar heldur en í Reykjavík og Akureyri. Við lögðum strax mikla áherslu á það að það starf án staðsetningar gengur ekki út á það að vera í sófanum heima, heldur að hafa aðgang að vinnuaðstöðu, vinnustað, því að þó að það sé ekki innan þessa daglegu vinnufélaga þá félagslegur þáttur mikilvægur og líka þá einhvers staðar þurfa að vera aðgreining á milli einkalífs og vinnu. Þó að þau skil séu kannski ekki séu svona einhver leyti að draga úr þeim. En við gerum svolítið kröfum það að viðkomandi hefði aðgang að vinnustöð og myndum þá greiða fyrir hana. Og þessi starfsmaður sem við réðum í Kaupmannahöfn hefur aðgang að vinnustöð, stóru skrifstofusetri í flott aðstaða, bara í opnu rými, með aðgang að fundarherbyggjum, aðgang að svona aðstöð til að taka símafundi og það hefur það núna komið reynslu á þetta. Ég held þetta hafi verið, það er rétt ár núna síðan þetta var og reynslan mjög góð. Þetta hefur gengið mjög vel. Þessi starfsmaður á í fjölþættu samstarfi bæði við aðra starfsmenn Ferðamálastofu en ekki síður bara við fólk út allt land og í öðrum löndum og það að vera staðsett í Kaupmannahöfn gengur bara alveg ljómandi vel. Þannig að með þessa reynslu þá höfum við sett okkur þá reglu að öll störf verði auglýst án staðsetningar frá Ferðamálastofu. Við höfum síðan að þetta var auglýst allavega einu sinni og því miður að þá tókst ekki að ráða í starfið þannig að það var annar starf heldur en skrifstofum og starfsmaðurráðinu í Reykjavík. En þá voru nokkrir sem sóttum, ég held að það starf hafi verið einhver 50 umsækjendur en það voru ekki nema örfáir sem sáu fyrir sér að hafa starfstöð annar staðar heldur en í Reykjavík. Þannig að þetta gengur mjög vel og það er minni svona tilfæringar í kringum þetta heldur en maður kannski gerði ráð fyrir og þannig að núna, eins og segir, núna er þetta þannig að það er bara regla að öll störf verði eftirleiðis án staðsetningar. Í þessu sambandi er svona kannski ágætt að hafa það í huga að svona vinnustaðurinn er náttúrulega að breytast. Það verður gríðarleg tækniþróun í vinnu
og einhver leyti hafa þessi hefðbundnu vinnustaðir ekki fylgt því. Eins og kannski hefði mátt ætla að núna kemst þetta vinnustaðurinn sjálfur sér fyrir í einni fartölvu, aðgangur að öllum gögnum, samskipti við alla sem þarf að eiga samskipti við og þar sem fartölvan þar hægt að setja upp vinnustaðinn fyrir svo mörg störf. Þannig að það þarf ekki endilega að vera eins og í okkar tilfelli skrifstofan í Reykjavík eða Akureyri eða þess vegna skrifstofusetur sem starfsmaður hefur aðgang að. Heldur getur starfsmaður sett upp vinnustaðinn hvað sem hann og þess vegna, og við höfum rætt hér að til dæmis eru starfsmenn oft á ferðinni á milli funda og það sé ekkert nauðsynlegt að komi á vinnustaðinn þar á milli, heldur geta allt eins þá stoppað á kaffihúsi eða þess vegna síðar einhverjum skrifstofusetrum sem að hafa þá aðstöðu fyrir menn til þess að stoppa í styttri tíma. Þannig að þessi sveigjanleiki sem að æskilegur að það þarf að halda áfram útfæra hann. Þannig að og við höfum svo sem séð það í ýmsum fyrirtækjum og stofnunum að það verið að þróa í það að menn hafi ekki fastar vinnustöðvar. Við höfum heyrt af því í Íslandsbanka held ég að sé að þar eru menn ekki með fastar vinnustöðvar. Þetta þekkir svo sem mörg ár aftur í tíma, en það er kannski 20-30 ár eða meira síðan maður heyrði af því að til dæmis stóru ráðgjafafyrirtækin í stórborgum hættu að hafa fasta vinnustöðvar fyrir sína starfsmenn sem voru mikið á ferðinni. En þar var náttúrulega dýr húsalega og dýr aðstaða og það þurfti einhvern veginn að reyna að halda henni kostnaði og þá það einleið að hafa það þannig, að hafa þennan sveigjanleika. Þannig að við hvetjum eindregið til þess að aðrir fylgi þessu fótspor og reyna að miðla reynslunni að því marki sem hún komin. Takk. Já, kæra þakkir fyrir þetta, Skarphéðinn, og virkilega áhugavert að heyra af ykkar góðu reynslu af þessu og það má í rauninni segja að þið hafi gengið á undan með mjög góðu fordæmi í þessum málum. Það er líka athyglisvert það sem kemur inn á að maður kannski áttaði sig ekki endilega á að við erum auðvitað ekki bara, ef við erum að horfa á landsbyggðina, við erum ekki bara innan gæsalappa að keppa við höfuðborgarsvæði því að sú staðreynd að þinn starfsmaður sem var auglýstur án staðsetningar fyrst endaði svo í Danmörku. Þannig að heimurinn er náttúrulega bara svo mikið að minnka. En við erum komin með nokkrar spurningar og þú ert kannski búin að svara einhverju þeirra að miklu leyti. Það er ein varðandi samstarfi við þennan starfsmann sem er staðsettur fjarri öðru starfsfólki. Hvernig metur það? Er þetta alveg eins eða er einhver atriði sem að þarf sérstaklega að hafa í huga varðandi þetta? Munurinn minni heldur en að ég gera ráð fyrir og einhver liti getur að tengst því að við vorum vön því að hafa starfsstöðvar á tveimur stöðum. Þannig að fólk var vant því að eiga fjarfundi, starfsmannafundi til dæmis, þeir eru þar til árið síðan voru þeir á tveimur stöðum í gegnum vídeóbúnað. Núna er á 3 stöðum, þannig að það er engin sérstök breyting og það er eins og ég sagði áðan, það er minni tilfæringar í þessu heldur en maður gerir ráð fyrir. Þetta er ekkert mál og þannig að, já. Og þá er kannski bara í beinu framhaldi af því, önnur spurning frá nafnlausum, hvað þarf í raun og veru til þess að stofnanir ríkisins og ríkis sjálft stígi þetta skref af einhverju alvöru að auglýsa störf án staðsetningar? Ég held að þurfa aðalega vilja. Já. Og líka að stofnanir bara skynji tækifæri sem í þessu felst og bara þetta dæmi, hann sem kemur inn á að það að við förum í það að ráða starfsmann sem er búsettur erlendis
sko, fólk út land að þá ekki bara líta á það sem tækifæri að vera í störfum án staðsetningar gagnvart eða hjá fyrirtæki sem að hafa sína megin starfsstöð í Reykjavík. Þetta allt eins fyrirtæki út í heim. Einmitt. Hvað með viðskiptavinin, hver svo sem hann finnst þeim að þeir hafi sama aðgengi að starfsmanninum sem á hvorugri skrifstofunni ykkar? Ég held það. Ég hef ekki heyrt annað. Einmitt. Og okkar viðskiptavinir eru svo sem vanir því að hafa aðgang bæði að starfsmönnum hér í Reykjavík og á Akureyri. Þannig að það ekki, menn eru vanir því og ég myndi þess öll, mest allt sem varðar til þess leyfismálin á Akureyri. En ferðaþjónusta fyrirferðar mest á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að fyrirtækin eru vön því að eiga samskiptum við þau á Akureyri og það gengur ljómandi vel. Og það eru alltaf fleiri og fleiri fyrirtæki sem hafa tök á því að vera á fjarfundum. Þannig að það gengur ljómandi vel. Og Sigurður spyr varðandi störf sem að losna hjá ykkur í framtíðinni, en þú ert búinn að svara því að þau verða auglýst án staðsetningar. Svona aðeins varðandi kostnaðinn af þessu. Það spurning frá nafnlausum varðandi hvort þú tellir að kostnaðurinn við að leigja skrifstofuaðstöðu fyrir starfsmann á skrifstofusetri sé sambærilegur við það að hafa starfsmann í húsi, það náttúrulega fylgir því eðlilega kostnaður líka. Og svo spyr Gunnar sömuleiðis varðandi kostnaðinn, er húsaleiga í Kaupmannahöfn sanngjörn miðað við húsaleigu hér á landi eða semst leigu fyrir þá skrifstofuaðstöðu? Já, auðvitað kostar bæði að hafa starfsmann hér í Reykjavík og í Kaupmannahöfn. Mér minnir að það sem við borgum fyrir aðstöðuna í Kaupmannahöfn sé 75.000 kall. Það nú ekki meira en það. Nei. Þannig að þó að það sé talsvert hærra heldur en á Akranesi, það má nú alveg hækka á Akranesi. En það 75.000 kall sem við erum að borga og það sem sagt starfsstöð, vinnuborð, í opnu rými og aðgangur á fundarherbergi. Einmitt. Önnur spurning frá Sigurði, hann spyr út í félagslega þátt vinnustaðarins og þú ert nú svo sem búinn að svara því að miklu leyti, er mikilvægt að starfsmaðurinn hafi starfsstöð með öðrum? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt og bara með einhverjum öðrum og ekkert endilega samskiptin við vinnufélagana fara fram í gegnum fjarskipti, síma, vídeófundi og náttúrulega koma þessi starfsmenn öðru hvoru á starfsstöðvar stofnunarinnar. En að þessi félagslegi þáttur, kaffistofuspjall eða vera innan manna fólk, ég held að það sé mikilvægt. Þess vegna er algjört grundvallaratriði ef það að byggjast upp störf með þessum hætti allt land, þá það verður að vera svona aðstaða. Akkúrat. Við myndum, ég hugsa að það væri frágangsmál hjá okkur að ef það væri ekki svona aðstaða, þá efast ég að við myndum vera tilbúin til þess að ráða fólk sem væri einvörðungu heima hjá sér, nema það væri þá komið fyrir aðstöðu þar. Já. Hvað með telurðu önnur spurning frá Gunnari Kristjánsinni? Telurðu að yfirmaður eða deildarstjóri geti verið staðsettur annars staðar heldur en starfsmenn hans? Já, ég held það. Við höfum reynslu af því að í okkar skipurindi hér að þá eru forstöðumenn, okkar starfsemi skiptist í 3 meginsvið. Það eru forstöðumenn á Akureyri sem hafa starfsmenn hérna í Reykjavík. Starfsmenn Kaupmannahöfn heyrir undir forstöðumann á Akureyri og þetta gengur allt saman vel. Ein spurning frá nafnlausum líka. Getur starfsmaður sem staðsettur í dag á annarri hvorri starfsstöðinni í Reykjavík eða á Akureyri óskað eftir að vera án staðsetningar? Ég veit ekki hvort þetta starfsmaður hjá þér að spyrja en maður veit aldrei, það nafnlaus. Þetta eitt af því sem við höfum hugleitt og ég myndi frekar hvetja til þess að fólk fari og veri einhvers staðar annar staðar.
og ég held að það veri áhugavert til dæmis að fólk fari og dvelji lengri eða skemmri tíma einhvers staðar annars staðar og hafi vinnuna með sér. Ég bý að hluta til í Stykkishólmi og ég stundum þar í vinnunni, þó ég hef ekki aðgang að skrifstofusetur þar. Það mætti koma því upp í Stykkishólmi, ég þá ofta þar. Bý þar að hluta. Þannig ég held að það mætti vera miklu meiri sveigjanleiki í þessu og það væri gott fyrir vinnustæði. Einmitt. Ein spurning hérna til viðbótar frá nafnlausum, ansi athyglisverð. Þar talað að störf án staðsetningar séu byggðaaðgerð og þá erum við að horfa á þetta átak sem boðað í byggðaáætlun. Munið þið í framtíðinni auglýsa störf án staðsetningar með skilyrði að starfsstöðin sé á Íslandi? Nei. Og ég held að það eigi, jú, þetta jákvætt svona í byggðasamhengi en ég held að við eigum ekkert að líta á þetta sem einhver sérstakar byggðaaðgerð, heldur bara að við erum að fá aðgang að miklu stærri hópi fólks með fjölbreyttari hæfileika. Ég meina, við hefðum ekki fengið þennan starfsmann, við hefðum ekki fengið besta starfsmanninn í þessu tilfelli sem ég vísa til, nema að því að við hefðum auglýst það án staðsetningar. Akkurat, og þetta snýst náttúrulega fyrst og síðast það. Já. Loka spurningin hérna frá Gunnari sem snýr svona kannski meira ykkar starfsemi, hann spyr hverjir eru ykkar viðskiptavinir? Það ferðaþjónustan í heild sinni bæði fyrirtæki, sérstaklega fyrirtæki ferðaþjónustu en líka náttúrulega ferðamenn. Já, einmitt. Og allt samfélagið út í það ferð. Já. Takk fyrir kærlega Skarphéðinn og virkilega áhugavert að sjá og heyra hvernig þið nálgist þetta viðfangsefni störf án staðsetningar og segja aftur að það til mikilla fyrirmyndar og óskandi að aðrar stofnanir fylgi ykkar fótspor. En þá komið að síðasta fyrirlesara dagsins og hann ætlar að koma með þriðja sjónarhornið á þetta mál og það sjónarhorn starfsmannsins, eða þess aðila sem að vinna fjarri skrifstofunni. Tryggvi Hjaltason stýrir greiningardeild CCP frá Vestmannaeyjum og hann ætlar að segja okkur frá sinni reynslu og þá gefum við boltann út í Eyjar. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Já, takk Unnur og bara heiður að fá að taka þátt í þessu, mjög fráleitt að hlusta á Skarphéðinn og Heiðar, ég lærði mikið. En ég hef búið í 3 löndum, Bandaríkjunum, Ísland og Svíþjóð og ég hef búið í 3 sveitarfélögum á Íslandi, Reykjavík, Seltjarnarnesi og Vestmannaeyjum. Og fyrir rúmlega ári þá flutti ég ásamt fjölskyldu minni, konu og 3 börnum til Vestmannaeyja og það alveg bara langstærsta lífsgæðastökk sem ég hef upplifað á ævinni. Og við vorum svona í þessum held ég hefðbundna vandamálapakka sem mikið af fólki á mínum aldri á höfuðborgarsvæðinu að glíma við. Það að leigan var orðin mjög dýr, hún var orðin yfir 300.000 krónur á mánuði. Það var orðin mikið skutl, mikið stress, umferðin náttúrulega búin að versna mikið á höfuðborgarsvæðinu undanfarið og bara þetta var farið að hafa svona mikil áhrif á lífsgæði og ég og frúin bæði fæddu uppalinn í Vestmannaeyjum og langaði mikið að fara þangað aftur. Þannig ég ákvað að eiga þetta samtal við minn vinnuveitanda CCP og þeir tóku vel í það og ég held að séu nokkrir þættir sem mjög mikilvægt ef menn ætla að láta reyna á þetta að það sé traust til staðar og að vinnuveitandinn taki vel í þetta. En við fluttum sérst hingað og ég hafði samband við nokkra einmitt sem að hafa unnið svona fjarvinnu og fékk ráðleggingar og hafa svona misjafnar ráðleggingar en allir voru sammála það að skipti máli að vera ekki bara heima á sér, vera í einhver aðstöðu. Og við erum með eitthvað í Vestmannaeyjum sem heitir þekkingasetur sem að hljómar nú svona ekkert ósvipað því sem að Heiðar lýsir og ég fæ skrifstofu þar. Og við það að flytja hingað það var bara eins og ég var að segja lífsgæðan hafa aukist svo gríðarlega. Við fengum bæði sirka 90 mínútur á dag á virkundum bara frítt inn í lífið okkar, bara 9 frítíma. Og ég veit ekki hvort fólk áttar sig á því hvað 90 mínútur ótrúlega mikill tími sérstaklega þegar þetta bara frítími. Það hefur leitt til þess að ég get bara verið meira í áhugamálum. Ég stofnaði hljómsveit í fyrra og miklu meira með börnunum og fjölskyldunni og síðan alltaf bara maður nær náttúru í Vestmannaeyjum heldur en í Reykjavík og það miklu minna stress, maður meira partur af samfélagi
og mér finnst þetta bara algjör draumur. Mér finnst þetta að upplifa eitthvað svona svindl í lífinu, að ég fæ að vinna fyrir alþjóðlegt fyrirtæki eins og CCP og taka þátt í svona áskorunum og challengeinu sem fylgir því, en fæ að upplifa öll þessi ótrúlegu lífsgæði sem fylgja því að vera í litlu samfélagi. Við keyptum til dæmis stórt og fallegt einbýlishús hérna á verði 85 fermetra íbúðar í höfuðborgarsvæðinu. Samstarfið síðan og vinnan mín hefur bara gengið vonum framar. Helsti kosturinn sem komur á óvart, ég hafði ekki áttað mig á að þetta yrði svona, það er að því að það er svo miklu minna svona noise eða truflanir, þá gat ég einbeitt mér meira í svona greiningavinnunni sem ég sinni og farið dýpra í hana og bara ég fekk bara meiri, bara einbeitingu og næði sem hefur þýtt það að mér finnst og yfirmenn mín hafa oft orðað því að gæði vinnunnar mínar hafa aukist. Á móti kemur, ef við tökum kannski helstu svona áskoranirnar, þá er það að ég þarf auðvitað að hafa meira fyrir því að minna á mig, af því að eðlilega þú ert ekki á skrifstofunni að þá er fólk ekki alltaf að taka eftir og svona, þá er alveg hægt að maður gleymist. Sem því það er svona, ég seti örugglega, ætla að sé ekki auka hálftími kannski á viku, sem fer bara í það að passa, hringja vídeókól í það fólk sem að svona ég helst vinn með og bara tryggja að við séum að fara við málin og eiga smá spjall og svona synka þess. En ef maður gerir þetta samviskulega, bara passar að tjekka alltaf inn á svona lykilfólkinu í kringum mann og í verkefnum hans, að þá er það nú ekkert stórmál og ég fer síðan á 2 vikna fresti, það er svona meðal ryþminn hjá mér, þá fer ég til Reykjavíkur og tek svona 2-3 sólarhringa í senn, þar sem ég tek helstu fundi og kannski mikilvægustu kynningar og annað sem er kannski þægilega að taka í persónu. Þessi ryþmi finnst mér líka rosalega góður út af því að þá get ég hlaðið á svona ákveðin part af vikunni svona verkefnum það sem að krefst kannski öðruvísi hugarflæðis, eins og það að kynna hluti eða taka meiri þannig, og þá fer maður bara svona í ákveðin keppnisskýr þegar ég er í borginni og mér finnst það bara rosa fínt. Ég er samt aftur ítrekka, ég er heppinn að ég er með yfirmenn sem að treysta mig vel og hafa bara svona greitt svolítið fyrir þessu og það har bara gengið mjög vel. En síðan að ég gerði þetta þá hafa fleiri flutt í Vestmannaeyja og bara stutt eftir að ég flutti hingað ásamt minni fjölskyldu, þá flutti önnur fjölskylda hérna sem að þau voru að koma frá Svíþjóð og maðurinn í þeirri fjölskyldu vinnur fyrir stóran alþjóðlegan banka og vinnur líka í fjarvinnu á meðan konan fór að vinna fyrir apótekið í Vestmannaeyjum og það hefur líka gengið vel. Ég held að óhjákvæmilega er þetta þróun sem að mun aukast, sérstaklega maður horfir á bara tækniþróunina í veröldinni og horfir á svona mismunandi gildi á milli kynslóða. Mín kynslóð, þessi svokallaða millennial kynslóð niður, hún metur meira hluti eins og frelsi, tilgang, aðgang að náttúru, tíma, heldur en fyrir kynslóður, og þá held ég að þegar að þetta er orðið þannig eins og núna að við erum með fyrstu kynslóðinni í veraldarsögunni sem að getur svara spurningunni hvar ætla ég að vinna og við hvað ætla ég að vinna og hvar langar mig heima, og þetta er ekki endilega sama svarið, að þá hlýtur að fólk að átta sig á því að það er töluverð auka lífsgæði, sérstaklega það snýr einmitt frelsi, tilgang, náttúru, frítíma sem felast í því að flytja svona út á land. Og tæknin er bara að aukast náttúrulega í þessa átt. Ég meina ef fólk þekkir eins og Skylink verkefni, það sem er verið að þenja himinhvolfið með gervitunglum til þess að gefa frítt internet, þetta er allt stutt í þetta. Ég var mitt í Bandaríkjunum í þar síðustu viku, heimsækja vinafólk mitt sem vinnur við þetta, setja gervinett upp í himininn til þess að koma internetið þráðlaust út um allt, og leið og það kemur og það náttúrulega verður ennþá meira aðgangur að þessu. Þannig ég held að þetta sé bara svona bylgja sem er bara að fara að aukast, og mín reynsla sem starfsmaður að pröfa þetta er rosalega góð og ég er mikið talað fyrir þessu og ég er glaður að heyra að það er svona þróun í gangi víða eins og er hér kynnt. Þannig ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra því að við erum að brenna út á tíma, en bara ég alveg hjartalega mæli með þessu. Takk kærlega fyrir Tryggvi. Og við ætlum að taka nokkrar spurningar. Ég er virkilega ánægð að sjá hversu áhorfendur eru duglegir að nýta sér Slido til að spyrja spurninga, og það sýnir okkur bara það að það er hægt að halda fundi og ráðstefnur á þess að við séum öll á sama stað og fá tækifæri til þess að spyrja fyrirlesarana spurninga.
Það er komin hérna ein spurning frá nafnlausum, Tryggvi. Heldurðu að geti allir unnið svona í fjarvinnu eins og þú ert að gera? Ég held að geti allir. Ég er ekkert viss um að henta öllum. Þú þarft svona að hafa, ég myndi segja það allavega í svona tilfelli í svona mínum geira, þú þarft að hafa ákveðin aga. Ef að þú treystir ekki til að vera einn og halda þér við verkefnið þitt, þá kannski henta þér ekkert rosalega vel að gera þetta og þú þarft, eins og ég segi, þú þarft að hafa svona traust þína nánustu yfirmanna eða þíns nánasta yfirmanns og ef þú hefur þetta tvennt, þá held ég nú svona flestar aðrar hindranir séu alveg yfirstíganlegar. Þetta hendar mér rosalega vel. Ég líka bara er svolítið svona plankall, ég byrja bara daginn að setja upp, hvað ætla ég að ná orku í dag, hvað hef ég marga klukkutíma og ég ætti að geta ná góðum árangur hér ef ég geri þetta og það bara gengir rosa vel en það er ekkert mál, ég meina það er ekkert mál að hugsa bara það er ekki að horfa á, ég slaka bara hans á og það er ekkert mál að lenda í vítahring en þú veist, það er bara það svo að passa á í þessari aðstöðu. Akkúrat. Og áhugavert að heyra þennan punkt sem þú nefndir áðan varðandi gæði vinnunnar af því þú hefur meiri tíma eða svona meiri tök á því að einbeita þér. Þannig að það kemur líka þarna inn og skiptir máli. Nafnlaus spyr hérna aftur, hafa fleiri starfsmenn CCP fylgt í kjölfarið og farið út á land eftir að þú tókst þetta skref? Sko, við erum með, það eru 2, held ég frekar en 3 sem eru á Akureyri. Það eru nokkrir sem eru erlendis, við erum með 2 eða 3 stærri Bandaríkjunum, þannig einn núna bara í mínu teimi sem er að einmitt flytja til Ástralíu og CCP er náttúrulega alþjóðlegt fyrirtæki þannig að já, það er alveg gömul og ný dæmi þetta, þannig að þetta er bara partur á þróunni og mín reynsla er að þegar fyrirtæki hafa átt að sjá, þú veist, þegar starfsmaður hefur sýnt virði sitt, sérstaklega í upplýsingu- og tæknifyrirtækjum, að þá er svo rosalega dýrt að skipta út starfsmanni sem hefur orðið þekking á öllum kerfum og verkföllum að það er bara kostnaður upp á 1-2 ár stundum að koma nýju fólki inn í alla þekkingun og svona. Þannig að mín reynsla er nú að það er yfirleitt vilja að reyna að láta ganga ef að starfsmaðurinn er verðmætur að traust þar á milli að þó að það þýðir kannski aukna fjarlægð eða eitthvað svona smá auka flækjustig. Þetta er mjög áhugaverður punktur og kemur inn í svona þetta sem spurningunum sem að Skarphéðinn fékk áðan varðandi kostnaðinn við að hafa starfsmanninn fjarri starfsstöðinni en mögulega ef hann vill flytja starfi með sér að þá er kostnaðurinn mun meiri ef það þarf að þjálfa nýjan starfsmann sko. Þannig að það eru margir fletir á þessu. Já, ekki spurning. Sigurður spyr hérna, heldurðu að það skipti máli hvort að þú hafir vinnuaðstöðu í einkaskrifstofu eða í sameiginlegu vinnurými? Já, ég náttúrulega mjög á móti sameiginlegum vinnurýmum. Ég tel mjög truflandi og ekki góð fyrir fólk sem er að vinna í einbeita sér. Þannig ég er í skrifstofu. Ég er í skrifstofu með 2 öðrum en við getum lokað á okkur og haft vinnufrið. Mér finnst það skipta máli en þetta henta bara fólki misvel sem finnst mjög fínt að vera bara í opnum rýmum. Já, en það er mögulega átt við að versus það að vera bara heima. Já, versus það að vera heima. Já, ég skil. Allir sem ég tala við sem hafa prófað þetta, þeir sögðu að það er rosa mikið hætt að þú ert heima hér að þá eru ekki nóg mikil aðskilnaður á milli heimilislífs og vinnunar og svona rólega fyrir að vera erfiðar að skilja það á milli og eins og eitt sem var að útskýra þetta fyrir mér og það var nú svona tímapunktur sem ég ákvað ég myndi leita þessu og þá sagði hann hérna ég vaknaði bara 1 dag upp við það að ég var búin að vera í stuppu heima í 9 daga og ég var ekki búin að fara út í 7 og þá var ég bara nei, nú verð ég að fara og finna með skrifstofu, ég var hann órakaður og eitthvað, það var svo fyndið að hlusta á þetta og en það virðast allir eiginlega vera sammála þetta, það er rosa gott að geta farið út og það er líka bara þá verður auðveldara að halda rútínni og aganum og þessu öllu. En mér á móti kemur að, þú veist, eins og til dæmis þegar börnin mín eru veik eða eitthvað svoleiðis, þá hef ég rosa sveigjanleika og bara vippa í fartölinu með heim og get verið þá heima í 2-3 daga og þannig að þetta er algjör snilld sko. Já, en hvað með, önnur spurning hérna frá nafnlausum, hvað með fólki í samfélaginu í Eyjum, finnst þeim þú er að vinna þegar fyrirtæki sem þú vinnur fyrir er ekki á staðnum? Já, skemmtileg spurning. Já. Alveg örugglega einhverju sem finnst ég ekki vera að vinna. Já, þetta er góð spurning, ég veit ekki, ég heyri ekki á því en það er alveg pottitt einhverju sem að telja að vera þannig. Ég er nú ekki mikið að láta álit annarra svona málum trufla mig en kannski er það einhver hindrun fyrir einhverja sko. Akkúrat. Gunnar spyr hérna svo 2 spurninga hérna í lokin. Hverja hittir á kaffistofunni?
Herðu, þekkingarsetri nú rosalega skemmtileg samblanda, það einmitt fólk úr opinberu geiranum, Umhverfisstofnun og eitthvað svona, það líka KPMG og svo eru frumkvöðlar og ég deili skrifstofu með Eyjafréttum sem heima fjölmiðillinn, svo nemendur þarna og þetta rosa skemmtilegu kokteil og ég verð nú að viðurkenna það, ég kunni ekki alveg að meta þetta samfélag til að byrja með, ég tók nú ekki mikið þátt í kaffistofunni. Svo fór ég að gera það alveg bara hálfu ár eftir ég flutti þarna eitthvað, ég var bara alltaf í vinnunni og fór bara heim í hádeginu og núna þykir mér alveg rosalega vænt um þetta og finna ég er orðinn miklu meira svona partur af samfélagi og þetta gefur svona ekstra dýpt í gæðin í vinnunni, bara svona stökka fram í kaffitímunum og það spjallum, þú veist hvað að gerast í Vestmannum og fólk að deila því sem gerst í þeirra lífi og þetta svona dýpkar það bara að vera partur af samfélaginu í Vestmannum, þannig ég er rosa þakklátur fyrir það. Akkúrat. Og lokaspurningin frá Gunnari líka, ert þú yfirmaður og þá hversu marga starfsmenn ertu með eða sem heyra undir þig? Já, ég team lead hjá greiningardeildinni, en við erum 2 og það þannig að ég ber ekki beina managerial ábyrgð á teiminu, en ég meira svona heldur utan verkefni, ég meira svona product lead og það bara skipting sem hentar okkur 2 sem að stýrum teiminu rosa vel og ég held að þetta væri alveg vissulega erfiðara, kannski meira myndi örugglega reyna aðeins meira á þetta hjá mér ef ég væri að managera fólki, en ég held samt að það væri ekkert mál, það væri alveg hægt og til dæmis sá sem með skrifstofan á Akureyri, hann manager yfir fullt af fólki og hefur búin að vera það í mörg ár og það hefur gengið vel og þannig að ég held að það sé ekkert því til fyrirstuðu. Já, flottir, þá þakka ég kærlega fyrir og ykkur sem hafið fylgst með, þakka ég sömuleiðis kærlega fyrir áhorfið. Dagskrán tæmd og ég vil þakka þeim Heiðari, Skarphéðni og Tryggva fyrir mjög áhugaverð og upplýsandi erindi. Ég vil sömuleiðis þakka Sveinbjörgu Pétursdóttur, verkefnisstjóra verkefnisins Ticket to Market fyrir tæknivinnuna. Þetta hefur gengið svona nokkur snuðrulaust fyrir sig og bara virkilega áhugaverð og skemmtileg tilraun hjá okkur hjá SSN VAF og sem við vonandi og bara klárlega komum til með að gera meira af. En við vonum að þessi stutta ráðstefna hafi svarað einhverjum spurningum þetta fyrirbæri, störf án staðsetninga, hvað það hvernig það virkar og hvaða kosti og galla þetta fyrirkomulag hefur. Ég segi fyrir mína parta að það hafa svona nokkrir þættir komið á óvart og verið svona eitthvað sem að allavega í mínum huga styrkir okkur hjá SSN VAF í því að halda áfram að vinna að þessu verkefni hér hjá okkur að koma upp þessum setrum hér í landshlutanum. Í fyrsta lagi það heyrðum við á máli Heiðars að svona aðstaða var miklu meira notuð heldur en að hann hafi nokkuð tíma gert sér í hugarlund, þannig að það klárlega eftirspurn eftir þessu. Í öðru lagi það að Skarphéðinn talaði það að þetta hefði í raun og veru verið miklu minna mál heldur en að hann hefði gert sér í hugarlund. Og svo það þriðja sem að Tryggvi kom inn á, sem hann orðaði svo skemmtilega lífsgæðastökk, þessar 90 mínútur sem hann græddi í raun og veru á dag með því að flytja aftur heim í Eyjar. Og þetta náttúrulega líka skiptir fólk gríðarlega miklu máli fyrir svo utan kostnaðarlega séð og það allt saman. Og hafandi sjálf flutt heim aftur fyrir nokkrum árum að þá þekki ég þetta sjálf mjög vel og þessar 90 mínútur sem maður græðir á degi hverjum eru gríðarlega verðmætar, hvort sem við erum að horfa á með tilliti til áhugamála eða fjölskyldu og barna. Þannig að við segjum þetta gott héðan frá Hvammstanga í bili, kveðjum og óskum ykkur öllum góðs gengis hvaðan sem þið horfið. Takk fyrir kærlega.